Lúkas 22. Nú fór í hönd hátíð ósýrðu brauðanna, sú nefnist páskar, og æðstuprestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum, því að þeir voru hræddir við lýðinn. Þá fór Satan í Júdas, sem kallaður var Ískariot og var í tölu þeirra 12. Hann fór og ræddi við æðstuprestana og varðforingjana það hvernig hann skyldi framselja þeim Jesú. Þeir urðu glaðir við og hétu honum fé fyrir. Hann gekk að því og leitaði færis að framselja hann þeim þegar fólki væri fjarri. Þegar sá dagur ósýrðu brauðanna kom slátra skyldi páskalambinu, sendi Jesú þá Pétur og Jóhannes og sagði: Farið og búið til páskamáltíðar fyrir oss. Þeir sögðu við hann: Hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagði við þá: Þegar þið komið inn í borgina, mætir ykkur maður sem ber vaskir, fylgið honum inn þangað sem hann fer og segið við húsráðandann: Meistarinn spyr þig, hvar herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sýna ykkur loftsal mikinn búinn hægindum, hafið þar viðbúnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafi sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Og stundin var komin, gekk hann til borðs og postularnir með honum, og hann sagði við þá: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð, því ég segi yður, eigi mun ég framar neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og þá tók hann kaleg, gjörði þakkir og sagði: Takið þetta og skiptið með yður, því ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrr en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gjörið þetta í minningu mína. Eins tók hann kaliginn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi kaligur hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthellt. En sjá þá hönd þess mig svíkur á borðinu hjá mér. Mannsonurinn fer að sönnu þá leið sem ákveðin en vei þeim manni sem því veldur að hann verður framseldur. Og þeir tóku að spyrjast á það hver þeirra myndi verða til þess að gjöra þetta. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talinn mestur. En Jesús sagði við þá: Konungar þjóða drottna yfir þeim og valdhafar þeirra kallast velgjörðamenn, en eigi sé yður svo farið, heldur sé hinn mesti yðar á meðal sem væri hann yngstur og foringinn sem þjónn, því hvort sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar? Það ekki sá sem situr til borðs? Samt ég meðal yðar eins og þjónninn. En þér eru þeir sem hafi verið stöðugir með mér í freistingum mínum, og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér, að þér megið eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja í hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti, en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki, og styrk þú bræður þína þegar þú ert snúin við. En Símon sagði við hann: Herra, reiðubúin ég að fylgja þér bæði í fangelsi og dauða. Jesús mælti: Ég segi þér, Pétur, áður en hani galar í dag munt þú 3 hafa neitað því að þú þekkir mig. Og hann sagði við þá: Þegar ég sendi yður út án pyngju og mals og skólausa, brastu yður þá nokkuð? Þeir svöruðu: Nei, ekkert. Þá sagði hann við þá: En nú skal sá pyngju hefur taka hana með sér eins og sá mal hefur, og hinn sem ekkert á, selji yfirhöfn sína og kaupi sverð. Því ég segi yður að þessi ritning á að rætast á mér. Með illvirkjum var hann talinn, og nú það fullnast það sem mig ritað. En þeir sögðu: Herra, hér eru 2 sverð. Og hann sagði við þá: Það nóg. Síðan fór hann út og gekk eins og hann var vanur til Olíufjallsins og lærisveinarnir fylgdu honum. Þegar hann kom á staðinn sagði hann við þá: Biðjið að þér fallið ekki í freistni. Og hann vék frá þeim svo sem steinsnar, féll á kné, baðst fyrir og sagði: Faðir, ef þú vilt, þá tak þennan kalig frá mér, en verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Þá birtist honum engill af himni sem styrkti hann, og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir, en sveiti hans varð eins og blóðdropar féllu á jörðina. Hann stóð upp frá bæn sinni, kom til lærisveinanna og fann þá sofandi, örmagna af hryggð. Og hann sagði við þá: Hví sofið þér? Rísið upp og biðjið að þér fallið ekki í freistni. Meðan hann var enn að tala kom flokkur manna og fremstur fór einn hinna 12, Júdas áður nefndur. Hann gekk að Jesú til að kyssa hann.
Jesús sagði við hann: Júdas, svíkur þú mannssoninn með kossi? Þeir sem með honum voru sáu að hverju fór og sögðu: Herra, eigum vér ekki að bregða sverði? Og einn þeirra hjó til þjóns æðstaprestsins og sneið af honum hægra eyrað. Þá sagði Jesú: Hér skal staðar nema, og hann snart eyrað og læknaði hann. Þá sagði Jesú við æðstuprestana, varðforingi helgidómsins og öldungana sem komnir voru á móti honum: Eru þeir að fara að mér með sverðum og bareplum eins og gegn ræningja? Daglega var ég með yður í helgidóminum og þér lögðuð ekki á mig hendur. En þetta er yðar tími og máttur myrkrana. En þeir tóku hann höndum og leiddu brott og fóru með hann í hús æðstaprestsins. Pétur fylgdi eftir álengdar. Menn höfðu kveikt eld í miðjum garðinum og sátu við hann og Pétur settist meðal þeirra. En þerna nokkur sá hann sitja í bjarmanum, hvessti á hann augun og sagði: Þessi maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði: Kona, ég þekki hann ekki. Litlu síðar sá hann annan maður og sagði: Þú ert líka einn af þeim. En Pétur svaraði: Nei, maður minn, það er ég ekki. Og að liðinum það bil einni stundu fullyrti enn annar þetta og sagði: Víst var þessi líka með honum, enda Galíleumaður. Pétur mælti: Ekki skil ég hvað þú átt við, maður. Og jafnskjótt sem hann sagði þetta, gól hani. Og drottinn vék sér við og leit til Péturs. Þá minntust Pétur orða drottins hann mælti við hann: Áður en hani galar í dag, munt þú þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. En þeir menn sem gættu Jesú hættu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: Spáðu nú hver það var sem sló þig. Og marga aðra svívirðu sögðu þeir við hann. Þegar dagur rann kom öldungar að lýsins saman, bæði æðstuprestar og fræðimenn, og létu færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir sögðu: Ef þú ert Kristur, þá seg oss það. En hann sagði við þá: Þótt ég segði þér það, mundi þér ekki trúa, og ef ég spyri þér, svarið þér ekki. En upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir: Ert þú þá sonur Guðs? Og hann sagði við þá: Þér segið að ég sé sá. En þeir sögðu: Hvað þurfum við nú framar vitnis við? Vér höfum sjálfur heyrt það af munni hans. Lúkas 23. Þá stóð upp allur skarinn og færði hann fyrir Pílatus. Þeir tóku að ákæra hann og sögðu: Vér höfum komist að raunum að þessi maður leiði þjóðvora afvega. Hann bannar að gjalda keisaranum skatt og segir sjálfur vera Kristur konungur. Pílatus spurði hann þá: Ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði: Þú segir það. Pílatus sagði við æðstuprestana og fólkið: Enga sök finn ég hjá þessum manni. En þeir urðu því ákafari og sögðu: Hann æsir upp líði með því sem hann kennir í allri Júdeu. Hann byrjaði í Galíleu og er nú kominn hingað. Þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn væri Galílei. Og á marðis vís að hann var úr umdæmi Heródesar, sendi hann til Heródesar, þá var og í Jerúsalem á þeim dögum. En Heródes var næsta glaður hann sá Jesú, því hann hafði lengi langað að sjá hann, þar eð hann hafði heyrt frá honum sagt. Vænti hann nú að sjá hann gjöra eitthvert tákn. Hann spurði Jesú á marga vegu, en hann svaraði honum engu. Æðstuprestarnir og fræðimennirnir stóðu þar og ákærðu hann harðlega. En Heródes óvirti hann og spottaði ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði og sendi hann aftur til Pílatusar. Á þeim degi urðu þeir Heródes og Pílatus vinir, en áður var fjandskapur með þeim. Pílatus kallaði nú saman æðstuprestana, höfðingjana og fólkið og mælti við þá: Þér hafið fært mér þennan mann og sagt hann leiða fólkið afvega. Nú hef ég yfirheyrt manninn í yðar viðurvist, en enga þá sök fundi hjá honum er þér ákærðið hann Ekki heldur Heródes, því hann sendi hann aftur til vor. Ljóst er að hann hefur ekkert það dríkt dauða sé vert. Ætli ég því að hirta hann og láta hann lausan. En skylt var honum að gefa þeim lausan einn bandíkja á hverri hátíð. En þeir æptu allir: Burt með hann, gef oss Barabbas lausan. En honum hafði verið varpað í fangelsi fyrir upphlaup nokkurt sem varð í borginni og manndráp. Pílatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jesú lausan, en þeir æptu á móti: Krossfest hann, krossfest hann. Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá: Hvað illt hefur þá þessi maður gjört? Enga dauðasök hef ég fundið hjá honum.
ætla ég því að hirta hann og láta hann lausan. En þeir sóttu á hann með ópi miklu og heimtuðu að hann yrði krossfestur og hróp þeirra tóku yfir. Þá ákvað Pílatus að kröfu þeirra skyldi fullnægt. Hann gaf lausan þannig þeir báðu og varpað hafði verið í fangelsi fyrir upplausn og manndráp, en Jesú framseldi hann að þeir færu með hann sem þeir vildu. Þegar þeir leiddu hann út tóku þeir Símon nokkurn frá Kýrene kom utan úr sveit og lögðu krossinn á hann að hann bæri hann eftir Jesú. En honum fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér að þeim og mælti: Jerúsalem dætur, grátið ekki við mér, en grátið við sjálfum yður og börnum yðar, því þeir dagar koma menn munu segja: sælar eru óbyrjur og þau móðurlíf aldrei fæddu og þau brjóst sem enga nærðu. Og þá munu menn segja við fjöllin: hrynjið yfir oss, og við hálsana: hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verðum hið vistna? Með honum voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar, og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar og hinn til vinstri. Þá sagði Jesú: Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Fólkið stóð og horfði á og höfðingjarnir gjörðu gys að honum og sögðu: öðrum bjargað hann, bjargi hann nú sjálfum sér ef hann Kristur Guðs hinn útvaldi. Eins hættu hann hermennirnir, komu og báru honum edik og sögðu: ef þú ert konungur gyðinga þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum: þessi konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem uppi voru festir hætti hann og sagði: ert þú ekki Kristur, bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn ávítaði hann og sagði: hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann: Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þitt. Og Jesús sagði við hann: sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og nú var nær hádegi og myrkur varð allt land til nóns, því sólin missti birtu sinnar, en fortjald musterisins rifnaði sundur í miðju. Þá kallaði Jesú hárri röddu: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andann. Þegar hundraðshöfðingi sá það við bar, vegsamaði hann Guð og sagði: sannarlega var þessi maður réttlátur. Og fólkið allt sem komið hafði saman að horfa á sá nú hvað hafði gjörst og barði sér á brjóst og hvarf frá. En vinir hans allir sem og konurnar fylgdu honum frá Galíleu stóðu álengdar og horfðu á þetta. Maðurinn nefndur Jósef, hann var ráðsherra, góður maður og réttvís og hafði ekki samþykkt ráð þeirra né athæfi. Hann var frá Arimaþeu, borg í Júdeu og vænti Guðs ríkis. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú, tók hann síðan ofan, sveipaði línklæði og lagði í gröf, högna í klett, og hafði þar enginn verið áður lagður. Það var aðfangadagur og hvíldadagurinn fór í hönd. Konur þær komið höfðu með Jesú frá Galíleu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær snéru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. Hvíldardaginn héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Lúkas 24. En í afturhelding fyrsta dag vikunnar komu þær til grafarinnar með ilmsmyrslin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni og þegar þær stigu inn fundu þær ekki líkama drottins Jesú. Þær skildu ekkert í þessu, en þá brá svo við að hjá þeim stóðu tveir menn í leiftrandi klæðum. Þær urðu mjög hræddar og hneigðu andlit til jarðar. En þeir sögðu við þær: hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann ekki hér, hann upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur en rísa upp á þriðja degi. Og þær minntust orða hans, snéru frá gröfinni og kunngerðu allt þetta þeim 11 og öllum hinum. Þessar konur voru þær Marja Magdalena, Jóhanna og Marja móðir Jakobs og hinar sem voru með þeim. Þær sögðu postulunum frá þessu, en þeir töldu orð þeirra markleysu eina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þá upp og hljóp til grafarinnar, skyggndist inn og sá þar líkklæðin ein.
Fór hann heim síðan og undraðist það sem við hafði borið. Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem í 60 skeiðurum frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim, en augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá: Hvað það sem ræðir svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annar þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann: Þú ert víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. En hann spurði: Hvað þá? Þeir svöruðu: Þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð, hvernig æðstu prestar og höfðingjar voru framseldandi dauðadóms og krossfestan. Vér vonuðum að væri sá leysa mundi Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bar við. Þá hafa á konu nokkrar úr vorum hóp gjört oss forviða. Þær fóru árla til grafarinnar en fundu ekki líkamanns og komu og sögðust enda hafa séð engla í sýn sögðan lifa. Nokkrir þeirra sem með oss voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá: Ó þér heimskir og tregir í hjarta, til þess að trúa öllu því sem spámannirnir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlegði fyrir þeim það sem hann í öllum reikningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast á honum og sögðu: Vertu hjá oss því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við hann sat til borðs með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan: Brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur reikningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og þá með þeim voru samankomna og sögðu þeir: Sannarlega drottinn upprisinn og hefur birst Símoni. Hinir sögðu þá frá því sem við hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Nú voru þeir að tala þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. En þeir skelfdust og urðu hræddir og hugðust hjá anda. Hann sagði við þá: Hví þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur. Þreifið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur, en gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu lostnir. Þá sagði hann við þá: Hafið þér hér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þá: Þessi merking orða minna sem ég talaði við yður meðan ég enn var á meðal yðar, að rætast ætti allt það sem mig ritað í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu reikningarnar og hann sagði við þá: Svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eruð vottar þessa. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verið hér kyrrir í borginni, uns þér íklæðis krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þeir féllu fram og tilbáðu hann og snéru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði, og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð.